Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos.
Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos.
Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. And we're live. Ok, og svo er það bara, svo kveikir bara svona ekki strax. Við erum komnir í gang, sko. Heyrist í okkur? We're live. Ó. Já, góðan daginn og velkomin á Haukar TV á leik annaflokks á milli Þróttar Reykjavíkur og Hauka. Þetta er risastór leikur fyrir þessa A-deild í öðrum flokk. Haukar eru með 5 stig eftir 9 leiki og Þróttur Reykjavík með 6 stig eftir 9 leiki og sitja þau í 9. og 8. sæti og þetta er stór leikur til að falla ekki úr þessa deild. Algjörlega. Og liðin eru hjá Þrótturum eru Albert Eli Vigfússon í markinu, Andi Morína, Stefán Þóru Stefánsson, Adrian Baregard Valencia, Kári Kristjánsson, Baldur Hannes Stefánsson, Emil Skúli Einarsson, Ólafur Fjalla Freysson, Jakob Emil Pálsson, Egill Helgason og Róbert Orri Ragnarsson. Hjá Haukum er það Nikulás Leo í markinu, svo útileikmennir eru Hallur Húni Þorsteinsson, Brynja Bjarkason, Mikael Viktor Magnason Óven, Gunnar Már Þórðarsson, Carlos Magnús Rabello fyrirliði liðsins, Ólafur Steinar Guðmundsson, Arnar Númi Gíslason, Árni Snær Sigurjónsson, Daniel Ingvar Ingvarsson og að lokum Baldur Örn Þórarinsson. Heldur betur, þetta var flott hjá þér, manni. Fyrri viðurinn þessar liða var náttúrulega stórleikur. Já, minnast á það. Það byrjaði með því að Haukarnir komust yfir 3-0. Held að stöðuna voru þannig í hálfleik og svo með einhverjum ótrúlegum yfirbörnum þá náðu Þróttar að koma tilbaka og leikurinn endaði 4-3 fyrir Þrótturum. Já. Það er nefnilega máli með þessar Þróttar, þeir gefast aldrei upp. Já, það er máli með þá, sko. Heldur betur. Það var aldrei vanmeta þegar þú mætir hann í Laugardalinn á móti Þróttur Reykjavík, sko. Nei. En sko. Ég held að það sé komið tími á að slökkva tónlistinni og... Já, heldur betur. Því að menn eru að gera sig klára. Menn eru að gera sig og það var að setja á Don't Stop Believin' með Journey. Ég held að það sé ekki betra lag til að peppa menn fyrir í leik. Nei, ég held ekki. Sjáum við Þórarinn Jónas að taka í hendur á leikmennu sinum.
peppa á vel upp. Hann veit að þetta mikilvæg leikur fyrir liðið sitt. Haukar búin að halda sig uppi í þessari A-deild 2 ár núna í röð eftir að hafa komið upp á B-deildinni. Það var allt undir stjórn Salihemi Porsche. Og núna eru komnir nýjir þjálfarar sem eru Þóra Jónas, Hilmar Trausti og Árni. Jú. Ég hef mikla trú á þessu þjálfararteymi og þeir geta bring back the glory days of annar flokkur. Algjörlega. Þetta náttúrulega... Skemmtilegt að sjá hér að Þróttur Reykjavík bara breyta búning hérna bara last minute. Að fara úr einu rauðu og hvíta og breyta í blátt. Sem reynda mjög skynsamlegt í að þetta hefði verið helvíti ruglandi. Ég get nákvæmlega sagt þér hvað að gerast hérna, Máni. Þetta sálfræðitryggs. Já. Þeir vissu alveg að það er ætlaði að skipta. Þeir mæta bara í rauðu búningunum. Þetta var að Haukarinn voru að byrja að hugsa eitthvað annað en leikinn, sko. Þeir voru að byrja að hugsa, alltaf ekki að breyta búninga, eða? Já, en svo málið síðan fara þeir úr og ofan. Sína þeir í hrottastandi. Það bara málið. Þeir eru búin að vera að vinna í íþróttasálfræðinni, sko, hjá Gumma og í Flens, sko. Já. Þetta reyndar alveg huge play hjá þeim. Maður verður að gefa þeim það. Ég sé ekki. Þetta alveg mjög ógnandi, sko. Þeir eru allir í helviti góðu standi. Já. Já, mér sýnist það. Þessi voru ekki að svindla á COVID, sko. Nei, það nokkuð ljóst. Smá töf á startinu á þessu leikum. Þessi leikur átti því miður að byrja bara fyrir 5 mínútum, en þá eru leikmenn enn að skipta treyjur og... Já. Það eitthvað verið að bíða eftir aðstofudómurum, held ég. Sjá þess að liðseldi á Haukum fara allir hring með þjálfurum með. Þetta er það sem ég vil sjá. Já. Það er allir saman í þessu. Heldur betur. Hvernig verður þessi liðið stilt upp hjá Haukunum verður áhugavert því að vantar stóra biti í þetta lið. Hann Steinar miðjumaður í Haukum mittist í miður mjög illa á hné á seinustu æfingu hjá KA. Og sjáum hvað gerist og svo vantar... Hvernig vantar líka? Það vantar hann að... Já, vantar einhver maður. Já, kallið minn. Herðu, á ég eitthvað að reyna að fá tíman í gang? Já, ég held að þetta aðeins að vinna í því, sko. Já, maður sjá, sko. Það er verið að bíða eftir nefnandi dómunum þetta skipt á treyjum hérna, þetta er alveg bölvað vesinn hérna. Skulum bara hafa þetta á hreinu. Já, það er enda rétt. Þetta er skynsamlegt. Þeir voru hérna í svörtu dómaratreyjunum, það myndi vera aðeins svo ruglandi því að Þróttararnir eru í svona dökkbláum, sko. Það minnir mig að Keflavík dökkbláum. Já. Það er gamlan. Þegar Guðmundur Steinarsson var að hraða mörkunum fyrir Keflavík, sko. Heyrðu hvað, það er eitthvað trúður hana í rauðum sokkum hérna á móti Haukum og... Já, ég veit ekki alveg hver pælgi var. Já, ég skildi ekki alveg, það er allir í hvítu sokkum meðan hann er í rauðum sokkum. Þetta er mjög spes. Ef ég þekki dómarana Hann ætla aðeins að reyna að tala við hann og reyna að hætta þessu. Já, ég efast hann leyfi þetta. Já, hann spurði, can I stay in Red Sox? No. Það mátti búast til því. Þannig að þeir þurfa að redda þessu eins fljótt og þeir geta. Þannig að ég sýnist Þróttarar muni byrja með einum mannum færi eða... Nei, ég þekki ekki alveg reglunar á þessu. Nei. Það er bara beðið eftir að skipta soka. Hvað er fjærstrengir? Það er frábær spurning. Við erum að reyna að finna út þessa skórklukku.
Herru. Við höfum allavega klukkuna hérna á The Stream í lagi. Fyrirlið að takast ekki hendur reyndar, en ræðum hver fær boltan og hver byrja með hann og vallarhelming og alltaf stús. Þróttar að byrja með boltan. Leikmaður Þróttar en ennþá að klæða sig í þessa hvítu sokka. Gengur misvel, en þá verður að bíða eftir honum. Jæja, þetta hóst. Sástu hvað ég gerði hana? Ný. Blátt. Wow. Huge. Nú hlýtur þetta bara að fara að bresta á. Segir veisla. Mér er ekki áhörundur á þessu leik. Hvað er skoðun á því, Fribbi? Jú, ég hef svo sem alveg einhverja skoðunar af því, en ég hef bara nenni ekki að ræða þessi mál. Já. Bara leitt að sjá, maður hefur alveg séð annarflokksleiki verið að stappa og þá myndast heldur betur góð stemming. Já. Heyrðu. Þróttar að reyna að halda honum innan niðri. Baldur Hannes, leikmaður Þróttar, spilaður í miðri. Veit að hann er yngri landsliðsmaður, aðalega miðjumaður. Sýnist Þróttar að vera í 3 manna vörnina. Já, mér bara sýnist það. Já. Alveg mjög sóttjarir með það. Þetta er að öfuga við meistaraflokk Þróttar allavega. Gunni Guðmunds Army. Gunni Guðmunds heldur betur. Vel skila hjá Daniel, hanna. Ekki nógu vel gert hjá hanna. Ég mæli með að fylgja sinna með leikmanni á vinstri kanti, rauðu eldinguna, hann Gunnar Már. Númer 17. Rosalegur hraði í hún. Jæja, Kristinn er mættur í stúdíóið. Þá fer allt til fjandans. Vel skilað hérna hjá Danieli. Ólver gerir vel hana. Reyna að halda boltanum hérna vel. Spila tilbaka sem gefur Þrótturum tækifæri að stíga upp. Tæp skiptingarna hjá Mika Owen. Fun fact, Mikael Owen á sama afmælisdag og The Real Michael Owen. Já. Það er einn stór ástæða hver gæinn heitir Mikael Owen. Í alvöru? Já, þetta er fakt sko. Já, ok. Mjög sáttur að ég heiti ekki eitthvað. Gunni. Ég veit ekki fyrir saman afmælisdag. Binni yfir hann í vörninni, finnur frábæra sending á hallamiðinni. Frábærlega gert hjá Carlos. Hann er frábær í þessu, undir pressu, dansa í þessum litlu svæðum. Gott jafnvægi, lágur þyngdarpunktur, frábær spilari. Baldur upp með kantinn, á Núma. Vel gert þarna, Baldur reynir hælinn en vel varist hjá Þrótturum. Hallur flottur á seinni boltanum. Það byrja bara nokkuð vel hjá okkar mönnum. Haukar líta mjög sjarp út hérna á fyrstu mínúndunum. Þeir að spila vel. Þetta vantaði smá FH. Slæmur leikur þar í seinustu viku. Töpuðu 5-2. Já. En þú hefur fylgst aðeins betur með þessu heldur en ég. Já. Hefur hann Ólafur Steinar verið að spila upp á topp eða? Ólafur Steinar? Nei, hann er náttúrulega Frank Lampard Ísland sko. Þú vilt hafa hann á miðunni til að dæla inn mörkunum sko. En þú veist, það er búið að vera að nota hann Svein Ara og Burkna upp á topp en
Hann með eitthvað taktíska breytingu núna. Já, ég sé að þeir... Ég sé ekki, Ólafur Steinar upp á topp? Eru ekki bara svo falska 9? Jú, varnarlega, þá fara Gunni og Númi svona ofar. Já, það eins og það sé 2 strækir. Þetta er skemmtileg uppstilling. Já. Svo Carlos svona djúpur bara. Já, þeir eru náttúrulega mjög hraðir, hann Númi og Gunni. Já. Gunni meira bara svona all-out pace, Númi með þessa snerpu og mjög mikla tækni. Já. Til að gefa, náttúrulega Númi hélt bara gjörsamlega Haukum inn í leiknum á móti FH í seinustu viku, bara með einstaklingsgæðum sínum. Á 2-2 í hálfleik bara eftir frábær 2 mörk hjá honum Núma. Hann fylgist endilega með honum. Yngri en landsliðsmaður. Hann og Ólafur Steinar. Já, nú gott hjá allir hana. Þróttur honum frábært hjá Carlos. Þetta er svo góður í. Vel gert Binni alltaf svo yfirvegaður. Þetta er svo flottur spilari. Árni sér eitthvað hana. Hanna Máni, ég verð bara að segja það. Hvað? Þessar sendingar hjá Árna. Já. Og skrítin svona vikt á þessum sendingum. Já, Það er svolítið fastar. Hann þarf aðeins að komast inn í leikinn og finna viktina, sko. Já. Hann var eitthvað aðeins að pumpa í legs í dag, sko. Já. Aðeins og stíður. Þá skil ég þetta. Það er bara að fá... Já, líka skemmtilegt við hann. Treyjan hans er númer 13, en hann... Það er einhver annan númer 13 á vellinum, ég held að það sé Binni. Já. Hann er búinn að teipa svona, þú horfir á bakið á honum, hann er búinn að teipa svona og hann er númer 73. Já, einmitt. Bara... Það þarf að redda sér henni í öðrum flóknum, sko. Bara vel teipað líka. Já, það þekki allir þetta trikk, sko. Og... Daniel Ingvar er líka búinn að gera þetta, ég sé það. Hann ætlaði að senda þann á Gunna. Er hann ekki rángstöður? Nei. Valdur fylgi krossinum. Þóra segir hún að spila sem hann gerir. Já, allir vinnurinn innkastið. Allt í lagi. Daniel, hann er ennþá í 3. flokki, það ekki? Hann er ennþá í 3. flokki. Það eru nokkri 2004 guttar hann inn á. Það er hann Ólafur, Númi og Daniel. Svo er hann Sævar Orri á bekknum. Já. Strækir sem leikskilning á öðru leveli, eins og margir þjálfarar hafa verið að segja í yngri flokkum. Hættulegu krossana en ekki alveg maður tilbúinn í bóksinu. Sjá. Mikael eldir hann upp. Hvað finnst þér um Mikael að vera að spila með hanska hérna í ágúst? Mér finnst það geggjað, sko. Finnst þér það geggjað? Já, ég elska sérstaklega að þú ert í... Ég ert í longsleeve. Nei, stuttermabólur og... Finnst þið það? Longsleeve er aðeins nettar, sko, taka Henri á það, sko. Já, mér finnst þetta bara mjög töff, sko. Já, ég veit ekki alveg með þetta. Ég hef alveg heyrt að menn hafi ekki verið að komast út í atvinnumennsku út af okkur svona bulli, sko. Já, frá Kristjáni Óla. Bara toughen up, sko. Það er náttúrulega... Verður að setja smá standard á Mikael. Bull og vitleysa, sko. Vel unni hjá varnarmann Þróttarana. Kíkoma Keita, var hann ekki stundum í hönskum og stuttermaból? Hver sagður? Kíkoma Keita? Jú, Keita. Já, Silver Beast. Hann var að vinna með þetta lúk, sko. Já, heldur betur. Anthony Martial. Þú ert að taka af nelka á þetta, taka af markmannshanskana út í spilaði. Sá þetta bara vídeo dagir, ég hafði ekki hugmynd og þetta hefði gæst, sko. Aldrei rugglaður á æfum minni, sko. Ég setta bara út í Englandi bara í markmannshanskun, sko. Þetta er góður bolti. Gunni er ána fjær. Vel unni hjá Gunni. Búið að dæma rángstæður hérna. Þróttar að þetta kalla dómarinn til að myndi taka eftir þessu. Herri Máni, mér líst bara ótrúlega vel á þessa byrjun hjá Haukam. Já, Haukar eru búin að vera helviti sjarp hérna. Búin að loka á alltaf sem Þróttar eru að gera. Þeir eru ekki búin að komast nálægt bóksinu hjá Haukum og bara mjög vel spilandi.
Þegar þú haldir þessu áfram næstu 82 mínúturnar og þá var þetta flott. 82 mínúturnar plus, sko. Já. Sko, já, þeir skipta í svona bara tígulmiðju með tveggjumanna, eða þú veist, þá 2 uppi í vörninni, sko. Já, þetta skemmtilegt að sjá, sko. En svo fer hann Óliver upp þegar við erum með boltan. Já. Það svona, já, skemmtilegur detail. Þóraðan öskraðan á Kalló sem djúpi miðjumar og ekki stígu upp úr línu. Þannig að þeir vilja hafa 2 hana frammi, 3 á miðjunni fyrir aftan þá og svo bara Kalló inn í línu og svo 4 manna vörnina. Já. Þannig að þetta 4, 1, 3, 2 í vörn allavega. Herðu, þeir eru komin á hana breyk. Vel unnið hana hjá Baldri Galdri. Er hann galdramæður? Hann galdramæður. Bara að horfa á hann að leika og myndu fatta það, sko. Það segir hann að fara. Gunni farinn. Hann náttúrulega ótrúlega hraða, að sjá hennar hraða á honum. Hann aldrei að fara að ná honum. Þetta alveg rosalegt, sko. En, já, Númi gerir vel hana. Hættileg skot, honspinna. Já, honspinna. Já, ég mæli mjög mikið með að fylgjast með þessum leikmanni hennar Gunnar Már. Þetta var 100% spretthlaupari, hann væri ekki í boltanum, sko. Já, það klart. Hann hlýtur að vera top 6 í sínum aldursflokki, sko, ég ekki að grína, sko. Hann gæti örugglega verið í fænum, sko, ég ekki frá því, sko. Ég man eftir að hann mætti á eitthvað úlingalandsmót og tók 100 metra spretthlaup og pakkaði saman. Já, hann var að segja mig frá því fyrirliður í seinustu viku að hann bara svona, hann fór á úlingalandsmót og allir best á landinu voru og þá lenti hann í 5. sæti. Já, það var samt alveg fyrir 4 mánuðum, sko, hann bara, ég ekki að grína, hann verður bara hraðar og hraðar með deginum, sko. Já. Við sko, það gerir líka á hverjum leikdegi þegar hann vaknar. Horfir í spegilinn og segir, hraði, ég hraði. Segir hann það? Þekkir þetta kód? Þetta Flash eða eitthvað svoleiðis? Nei, þetta Lift McQueen. Eða Gunnar. Já, Gunnar, já. Þekkir ekki muninn. Hann Friðlaugur var að segja mig frá þessu í seinustu viku. Þetta kemur ekki óvart, sko. Þú sér dýrinn á að geta það? Já. Nei, sko, það sem ég hef séð Gunnar vera að gera, hann mikið að vinna í kálfaliftunum. Vel unnið hann hjá Árna. Hættilegur kross. Og nú með hann hérna. Nú með dansar í teinum. Góð sending! Húni! Húni klúðra færin hann flott. Frábælega unnið hjá Árna hana. Þeir eru búin að vera mjög góðir en að Haukarnir fyrstu 10 mínúturnar. Búin að vera yfirbura liðin á vellinum. Algjörlega. Ég held að það sé smá í uppstillingunni hjá þeim líka. Þeir eru að koma þjálfarinn Þróttar á óvart með þessar uppstillingu. Þetta ekki sem við sérði í öðrum flokki. Það alltaf 4-3-3 í öðrum flokki, segir ég. Já. Árni náttúrulega, hann ekki að þjálfa í fyrsta skipti, sko. Nei, hann getur sagt það. Og Þóraðin Jónas er til þess að skýra það að hann líka aðstoðarþjálfari hjá meistaraflokk og vera fá mikið inspiration frá Igor Bjarnar Kostik. Já, algjörlega. Þetta gott touch. Þóraðin brjálar á liðalínu og skrá Gunnar Már. Mikael Óven skilur hann tilbaka á Níko. Níko kom frá FH fyrir í sumar. Hann var búinn að taka sér einhverja áspásu úr boltanum og komið núna sterkur tilbaka. Þetta hluti sem við viljum sjá. Það vikti nýsend... Nei, hann að vikta hann það fullkomlega. Hann búinn að reikna með hraðanum að skunna hana. Þetta er skemmtilegur snúningur hann hjá Gunnar. Vá. Og hafa smá space og góð sending. Frábælega gert Mikael Óven. Notað skrokkið sinn til að skýla boltanum. Sko, Haukar ekki að spila eins og liði í fallbaráttu. Mér finnst þeir bara vera að spila með þvílíkt sjálfstraust og bara alveg sammála. Kokki og flottir, sko. Já. Þeir eru búin að vera með allt í lagi rekord senstu 5 leiki. 1 sigur,
2 jafntefli, 2 töp. Já. Allt lægi fyrir svona botli en Þróttur eru búin að tapa síðan 5 leikjum sinni. Já. Þannig að það svona Haukar eru in form meðan Þróttur aðeins að detta niður. Óli reynir að finna sjá hennar hraða. Tekur eitthvað lítið en að hopp til að reyna að komast fram hjá mannum. Herru, við unnið hana, Oliver. Hvað gerir Númi? Skýtum að Hörðu, Oliver kemst inn í skoti. Já. Þeir byrjuðu rángstæður og hann var alls ekki rángstæður. Nei. Ég get alveg lofaði að þetta var ekki sending. Þetta var 100% sending. Hann reyndi veikari fótinn en já, þetta var frábær sending. Hann sá Oliver hann í hlaupinu. Já. Þótti skjóta með hægri. Oliver, maður veit, ef hann kominn hann einn á móti markið þá hann ekki að fara að klúra. Nei. Vel gert hjá hann líka að vera á tánum. Já, heldur betur, hann var tilbúinn í þetta. Þegar var þetta uppi. Já. Frábær byrjun hjá Haukurunum. Já, þetta lá í loftinu. Já, heldur betur. Þriggja manna vörn ekki alveg að gera nógu góða hluti á Þrótturum. Sjáum hvað það breytir sig eitthvað. Flott hötsan í orna. Reyna að finna Daniel sem ekki alveg tilbúin í þessu sendingu. Tæklingarna. Vel gert Árni. Hotfinna. Allt í lagi. Daniel kom mjög aggressífur í þessu tæklingu. Hann er þekktur fyrir það. Hann er helviti grófur og svona ákveðin leikmaður. Þeir eru það allir annað bræðinu 3. En þetta er náttúrulega ég efast að Haukarnir stilli svona upp vanlega varnarlega. Nei, þetta er alveg glænýtt sko. Þetta sé ekki bara til að matcha 3 manna vörnina. Já. Það skilur fá þá 2 á 3 frekar en 1 á. Þeir voru með alveg á heimavinnu en að tríóið, ég get alveg lofaði því og þetta er það sem komum upp með. Þetta er alveg frábærlega uppsettur leikur. Já, svo sjáum við að Daniel og Hallur þeir verjast sem sagt mjög utarlega þannig séð. Já, ég veit hvað við. Þeir eru að reyna að loka á bæði væng. Já, þetta er stilt upp að Carlos djúpur og svo eru eiginlega 3 svona framlíkingandi miðjumenn. Já, Óliðistinn er svona fölsk 9. Hann er ekki strækir sko. Nei. Þetta er mjög óþægileg fyrir miðjurina hjá Þrótturum. Þeir hafa engan svona til að snerta, skilju. Algjörlega. Því að þessi miðjur finnst þægilegt að hafa strækið, ég veit henni hjá mér. Gott að vera með eitthvað gæði til að snerta, skilju. Já. Pinnir reiðurinn að Gunnar ekki að taka hlaupinn. Það er nefnilega oft með svona fljóta leikmenn. Þeir fatt ekki alveg, Þeir átta sig ekki á því stundum, hversu fljótur þeir eru. Já, það er málið. Daniel, það er svo... Ég man sérstaklega, manstu eftir Sindra í öðru flokki. Sindri tvíburi? Já. Já, hann fattaði ekki hversu fljótur hann væri. Hann vildi alltaf bara fá hann í lappir. Já, hélt hann væri eitthvað góli en fattaði ekki að hann væri Usain Bolt, sko. Bara drullaðir upp vænginn og ég negla hann yfir vörnina. Þetta er ekki flóki, kallið minn. Já. Sjá, Númi vinnur þetta. Nei. Við erum alveg búin að vinna, hversu oft? Hallur hendir bara skotið. Haukar er búin að vinna bolta margoft mjög ofalega á vellinu. Já. Þetta er mjög jákvæði hlutur. Og þarf ekki alltaf að bakka alveg vörnum til að vinna boltan. Þetta er bara taktískur sigur hjá okkar þjálfarteymi. Það verður bara viðurkennast. En núna er það in-game management. Nú sjáum við hvort að við ná að viðhalda þessu. Sjáðu þannig að sko, þegar vangbækurinn fær boltan þá er það Hallur sem tekur á móti honum. Og sama hinum einn.
Þeir eru örugglega búin að vera að drilla þetta bara alla vikuna, sko. Þeir vissu hversu stór leikur þetta væri og hversu mikilvægt þetta fyrir seasonið þeirra og þetta er bara frábært. Þetta er hluti sem við viljum sjá. Kiddi, við þurftum eiginlega að redda bara 3. mæknum fyrir þig. Já, við erum með Króla í stúdíónu, sko. Tæknilegur aðgerð, þeir líka gleymdu að setja inn sko markið því ég var að gera það núna. Heyrðu, það er hárrétt hjá... Já, ok. Kristján Óli er að redda okkur alveg rosalega. Hann er gæðastjóri. Við erum búin að ráða hann sem tæknistjóra. Hann sér til þess að allt sé gangi smurt fyrir sig. Já, heldur við. Frábærlega leist úr pressunni öskurinn Þórarinn Jónas sem er hárrétt. Vel spila hann eða Þrótturinn. En Gunni vinnur við tilbaka. Gunni vinnur frábærlega tilbaka. Fær eitthvað högg á andliti, hann er eitthvað að væla eins og vanlega. Sjá, þá skipta bara Danni og Gunni aðeins. Já. Meðan hann er aðeins að kvenka sér. Loka miðuna Gunni. Ok, vinnur bolta, flott. Keirið, flott. Ég veit ekki alveg hvað Carlos sá þannig, en allt í lagi. Pælingin var ágætt, sko. Hann ætlaði að finna númaðan í svæði. Hann og númi voru ekki bara alveg á sömu nótum. Nei, sömu bylgjulengd. Já. Já, þeir leysar reyndar ágætlegur. Já, Þróttar er búin að spila alltaf mikið betur en þeir gerðu fyrstu tíminnar. Hauka samt alveg með yfirrundina. Ég held að Þróttur sem er töluvert meira possession í þessum leik, en bara Hauka bara vinna hann endalaust hann ofalega völlin. Binni aðeins og aggressífur, ætlar að reyna að kjöta hann en dettur hann fyrir. Vel varið hjá Nico. Binni þarf aðeins að aðeins stólumöðul þannig en Mega vera áhundur. Þetta eru bara einhver leikmann. Já, ég veit það ekki. Eitt sem hefur alltaf loðað við Haukalið, sérstaklega í yngri flokkum, það er erfiðleikar að díla við föst leikatrið. Já. Ég veit svo sem ekkert hvernig það hefur verið hjá þeim í sumar, en jú, það var hérna í F-fálum þegar við fengum 4 mörk á sig úr föstum leikarnir. Þannig að þetta er eitthvað sem þeir eru líklega búin að drilla líka í þessari viku. Það var alveg hræðilegt að sjá þetta í senstu viku. Við vorum endalaust að tala um það. Já. Þetta hefur alltaf verið svona, sko. Ég veit ekki hvað þetta er. Var þetta líka svona í 98 árgangunum með alla þessa býst miður? Já, málið er að við gátum ekki varist tónspinnum, sko. Já. Og þetta verður svona andlegt bara. Já, ég skil alveg hvað við, sko. Þess að maður fær á sig hon og þá er maður bara, Þetta er eitthvað sem við þurfum að bæta. Já. Herri, hvar er þessi landsliðsmaður? Í Þróttum? Já. Hann er númer 27, hann að rauðhærur í vörninni hjá Þrótturum. Já, er hann í vörninni? Hann er í vörninni, hann er miðjumaður, sko. Er það þessi? Þessi, sem er, já, hann að vinna upp á þann. Hann er ekki búinn að geta raskat í þessum leik. Við tölum bara hreint út. Já, það var hjá vel í landsliðinu fyrir ofan sig, sko, í fyrra. Já. Það með 2001 landsliðinu. Þannig að þetta er efnilegu leikmaður. Já. Ég held að var að spila inn á móti í leikni annað fyrir í þessari viku. Það sem Þróttur var unnu sem fyrsta leik í meistaraflokk í eitthvað heilt ár. Merkur áfangi fyrir það félag að vinna leik. Það situr hann á bekknum hjá Þrótturum, hann Ólafur Heiðarsson sem skoraði algjörna skrýminu þeim leik. Já. Það mark ekki fyrir biða. Það var auðvitað betra marki en öll mörki sem Heiðar Helgusson hefur skorað til sonur Heiðar Helgussonar. Já, ég hef ekki séð markið, sko, en ég heyrði eitthvað. Þetta er bara 30 metra bomba sláin inn, sko. Danni mikinn tíma inn á miðinni. Já, Danni er búinn að vera flottir í þessum leikum. Það er bara allir búinn að vera flottir í þessum leik hjá Haukunum nú þegar, sko. Já, bara... Þetta lofa bara góðu. Já. Mikael.
Engin hætta. Mjög djarfur hann í vörninni. Það var hættulegt en hann leysir þetta vel. Kom sér úr klandereinu sem hann múin að setja sig í. Nú maður ætla að gera sér of þannig. En Carlos er að reyna að mótivera leikmennin sína en áfram. Finnst þér eins og að Carlos ætti ekki að vera með band á sér, eða? Hann er fyrirliði liðsins, treyjur númer 69 og er ekki með bandi á sér. það náttúrulega ekki nóg gott, sko. Já. En hvað málið með þessa treyju númer 69? Er þetta eitthvað grín? Hann er búinn að vera Rockets á treyju í alveg 4-5 ár, sko. Og finnst honum þetta fyndið það? Nei, þetta var Carlos var seinast maður til að vera að rocka þessa treyju, en þú veist, það var bara, manns ekki þegar það var svona 50-flokkur. Nei, hann er búinn að vera með þetta bara alltaf. Þegar það er 50-flokk, þegar það var dreigi númerinn. Já. þá bara fekk að þetta. Hræðilegt. Já, þú veist. Já, það er alveg hræðilegt. Og hann hefur bara ákveðið að festa þetta númer við sig. Ekkert að því, sko. Nei. Manna þegar ég vetur í Lengjubikarnum þá kom hann inn á með meistaraflokk. Og hann kom til Ígor og sagði bara: Ígor, ég verð að fá treyju númer 69. Annars er ég ekki að fara að spila hann leik. Ígor gat í miður ekki redda þessi treyju. Hann fekk samt að Carlos hann á að samfara Carlos í að spila hann leik. Kom inn á 5 mínútur og 10 mínútur og var bara drullu flottur. Það? Já. Þannig þetta er ekki svona, hann getur ekki spilað bara, ég held að hann yrði þá bara ömurlegur. Já, þetta er bara eitthvað svona, bara svona hjátrú hjá honum. Hann verður nú með 69, skilur við. Já, en það er hann stórfurðulegur. Já, stórfurðulegur gæja, Carlos Ravel. Nei, hann er flott þér. Nú er ég bara að bulla. Já. Carlos, hann er eitthvað mesta toppeintak sem ég hef kynnst. Já, heldur betur. Hann var vallastjóri hérna hjá Haukum fyrir sumar. Já, og enda hefur... Já, við ræðum ekkert hvernig standi völlurinn í. Hann var vallastjóri, við segjum það bara. Hann hefur aldrei litið betur út. Já, aldrei litið betur út. Carlos synti völlurinn bara eins og þetta væri barnið hans. Hann var flottastur að mála, sko. Hann var alltaf með eitthvað svona sérstaklega buxur sem hann var í þegar hann var að mála. Já. Og djöðl voru hann netta, maður. Djöðl púlaði hann þessar buxum, maður. Maður ekki eftir þessu buxum, maður. Nei. Það var svona hummelbuxur og málning allar yfir, sko. Þetta var eins og þetta væri eitthvað, þú veist, designer shit, sko. Það var ekkert eðlilega nett, sko. Smá klömm síðan hjá Oliver en áfram gakk. Það er bara næsta play. Þróttar eru svona aðeins að koma sér inn í Já, leikinn. það er aðeins búin að koma sér inn í leikinn eftir dominant start hjá Haukum, sko. Þróttar eru búin að vera sprækari í senastu 5 mínútur. Flottur bolti hann hjá Baldri en hann er rangur. Binni var samt með þetta. Góð lína hann hjá... Binni er hérna að reyma skóna sína. Binni býður Nikola að taka spinnuna fyrir sig. Hérna dæla honum á Gunna. Gunni missir hérna aðeins boltan og nær ekki til hans. Það eru flottir markmannsanskar sem Nikola er í. Bara all black. Já. Hann er bara all black með svona rautt teip. Svolítið töff, sko. Já, look, sko. Vitlaust innkast, dæmt hér. Þetta er eitt af versti dómur sem getur verið dæmt á þig. Vitlaust innkast. Vissu það ekki, Fribbi? Það er fáránlega vandræðalegt. Það er náttúrulega hræðilegt. Þú kannt ekki að taka innkast. Hversu slæmt er það? Það er eiginlega bara ekki lægi, sko. Þetta er mitt í 3 vitlaust innkast í leik. Kristinn er að segja hvað hann eigi
hans persónulega met í villsum innköstum eru 3 í leik. Þetta var náttúrulega rosalega vandamál þegar maður fá fyrst upp í fjórðaflokk, sko. Á stóra völlin, sko, þá var alveg... Það núna eru bara innspörk núna á okkar í yngri flokk. Já, eins og þetta á að vera. Eins og þetta á að vera, segir yngri flokka þegar hann fyrir uppi. Bara haldið þessu á jörðinu og komum sér leik sem fyrst. En þú varst inn að lýsa Völsung-leiknum í þar seinustu viku. Já. Ég held að það var dæmt svona 5-6 sinnum á Völsung fyrir vitlaus innkast. Manstu eftir því? Nei. Ekki? Mér fannst það mjög fyndið. Það var einu sinni, þannig sem við sofnuðum smá og leikmaður Völsung var hérna 3 metur fyrir innan og hann var bara komin í gegn, en þegar það er ekki rangstæði innkasti og hann var bara komin í gegn og við vorum allar að panika og svo bara kemur dómarinn dæmi bara vitlaus innkast. Það hefur farið fram hjá mér, einhvern veginn. Já, Frippi alveg svo þetta vel að. En, talandi um innköst, þannig að Aron Freyr, já, hann með eitthvað finnustu innkasttækni sem ég séð. Hann sko, já, það er eitthvað til því. Hann hallar bakinu svona 45 gráður. Já, 45. Ég veit ekki hvað, ég var aldrei góður í, já, 45, heyrðu, bara sleppum þessu og höldum áfram að lýsa leiknum. Aron líka hann er mikill gólvar hann Aron, sko, hann reynir að herma eftir gólfsveiflunni sinni, sko. Já. Beygir baki. Er það tala hann þér? Nei, við skulum ekkert vera... Já, hann bara beilar á þetta. Bara einbeitum okkur á leirðu. Jésús Kristur. Níko missir á honum. Það gæti verið stór hættult. Hvað er í gangi? Níko securar boltan. Þróttarlega búin að vera töluvert betri aðalinn en að segja þessu 10 mínútur. Eftir að Haukar byrjuðu bara frábælega, ég var bara að segja það. Eru Þróttur búin að breyta í 4 manna vörn? Við skoðum það mál eftir smá. Sjá Núma. Númi er svo sprækur. Hallur. Heldur sinni. Engi mættur á nær þannig. Frekar láglaus bolti reyndar. Jú, mér sýnist þau bara komnir aftur, komnir bara í 4 manna varnarlínu. Já. In-game management er huge thing. Þetta er eitthvað sem þjálfari Þróttur Reykjavík tók eftir. Já, nei, eru ekki þriggja manna? Nei. Fínstu bolti. Þannig gæti líklega að tekið touchana en allt í lagi, spilir alltaf safe. Þróttur að sækja vel núna. Já, þeir eru að sækja sér veðrið og fá einn innkast ofalega vellinum. En það er spurning, fyrst að þeir eru komnir aftur í 4 manna varnarlínu, hvort að Haukarnir þurfa eitthvað að reiðla sínu leikkerfi, ég veit það ekki. Hann er bakur hérna. Herðu, skemmtileg hreyfingana. En þú gabbar ekkert galdramannin svona auðveldlega, sko. Nei. Innkast, Þróttur Reykjavík. Máni, ég held við séum að bulla, sko. Ég var að reyna að segja það, halvviti. Hvað meinar þau? Þeir eru ennþá í 3 manna varnarlínu. Já, ég sagði það við þig og þú varst bara... Nei, þeir eru báðir í 3. Já, svo reyndi ég að leiðrétta skítuna. Hann Fripalínu. En þannig að þetta er eitthvað fljótandi hjá þeim. Já, nei, ég held að það sé ennþá í... Haukar ekki alveg bara... Þeir eru ekki búin að ná almennilega possession á boltanum í mjög langa tíma, skilur við. Það er alltaf bara innkast eitthvað og fyrir út úr leik, aukaspinna núna. Bara Haukar ekki búin að ná almennilega possession á boltanum í mjög langa tíma. Bara aðeins að róa hennar leik niður til að spila til sín. Jú. Þróttur fattaði líka hápressuna hjá þeim, það var máli. Já, þeir nú eru að leysa það betur og nú eru ekki að vinna boltan svona hátt upp á vellinum eins og við vorum að gera fyrstu 10. Þeir eru búin að finna svona ágætislausnir á pressun okkar. Já. En
Nico og eitthvað ótrúlega hátt er hann ennþá með boltan. Fótbolti virkar oftast þannig að það er oftast smá kaflaskil í hverjum leik. Já, það er oftast þannig. Sjaldan það sem að liðið er með yfirhöndina allan leikinn. Já. Haukarnir voru bara með rosalega yfirhönd fyrstu 10, nú eru svo unnu Þróttarar síðan í leikinn og núna búin að dominanta semstu 10 til 15 mínútur. Já. En þeir eru svo sem ekki að skapa neitt mikið. Eða svona aðalega kannski úr hornspyrnunum. Það er búin að vera svolítið hættulegir en annars er ég ekkert stressaður yfir þessu. Nei. Þetta er hins vegar ekkert spesending hjá Öðvin. Michael. Eins og við vorum að tala þá viljum við halda í boltan og Þórarinn Jónas var að hlusta á okkur og sendi þessi skilaboð á lið sitt. Þó þau eru alltaf að hlusta, sko. Já, þetta er ekkert vit í öðru. En að hlusta á okkur sérfræðingarna. Já, heldur betur, sko. Óskar með allt að reyna hana á línunni. Já, Þróttarar eru búin að vera 56% með boltan og meðan Haukar eru með 44% boltan. Þetta er fact. Býttu, hvað er grófst þetta upp? Ég gróði þetta bara upp. Ertu með eitthvað XG hana? Ég er með possession numbers hérna. Herðu, gott skot hana. Frekar jafn leikur í hættulegum sóknum þar sem bæði liðið eru með jafn margar hættulega sóknir. Já. 5 skot á móti 1 hjá Þrótturum á mark. Þannig Þróttarar eru búin að vera kannski betri aðilinn ef þú lítur á heildarmyndina, sko. Herðu, smá miskilningu þannig að Árni heldur að Daniel tekur boltan. Nú eru Þróttarar komnir í mjög hættuleg tækifæri. Árni góður, varnarlega. Kallar ekki alltaf sína. Krossinn í hættulegt. Stórana 20 hjá Þrótt. En já, ég get svo sem ekki alveg tekið undir að Þróttar eru búin að vera betri. Ég myndi segja... Já, þú myndir líta á heildarmyndina kannski, þú veist. Haukar voru náttúrulega miklu betri aðeins fyrstu 10. Já. Svo eru Þróttarinn kannski bara búin að vera betri síðan, sko. Eftir að við skoruðum markið. Þetta er bara búin að vera helviti jafnt, segjum það bara. Já, svona eftir markið, það var búin að vera jafnræði yfir þessu. Já, eina sem skiptir máli er skortaflan. Heyrðu, hvað? Var hann að dæma fyrir að tefja? Þetta var alltaf neitt. Bara Hilmar hlær hérna að þessu, hann skilur ekki hvað er í gangi. Við skulum ekki heldur hvað er í gangi, en já, áfram gakk bara. Sko, hann vil bara halda leiknum fljótandi og já, það var ekki eins og þetta var einhver major töf, sko. Þetta er bara virðingavert. Heyrðu, þetta er... Já, svo stoppar hann leikin. Ég fíla þetta. Það verður að sýna hver stjórnar, sko. Það er hann. Hann er alpha male, ekki glemma þau, sko. Þessi gæi. Og ég ná nafninu á honum. Heyrðu, þessi sending. Þetta Oliver smá klöf síðan og var komin í mjög hættuleg tækifæri til að breyka á vörnina. Dómarinn heitir Tvana Khalid Ahmad. Já. Hann Tvana er alveg alpha male, hann vil stjórna þessum leik. Eins og flesti dómarar. Já. Hættulegt hérna. En ein hornspinnan fyrir Þróttara. Þetta er 7. hornspinna hjá Þrótti. Jesús Kristur. Það hljóta að fara að koma að þessu. Eftir 6 hornspinnur setið hann loksins inn. Það búið að vera mikið klafsan á teginum í öllum þessum hornspinnum en þannig að enda hann loksins í markinu. Hvað var ég að segja með þessar hornspinnur? Þetta er bara... Þetta er óþolandi. Já, nákvæmlega. Þetta er eitthvað sem við verðum að líta á bara sem klúbbur. Já, þetta er bara... Bara hornspinnaæfingar á föstudöfum alltaf. Þetta er félagsvandamál sem við verðum að leysa.
En nú það bara spýta aftur í lóan og vinna sig aftur í leikinn. Já, Enda þennan hálfleik á jákvæðu nótunum. já, heldur betur. Baldur hendur sér báður hættulega tæklingu en vel leistir hafa svæði hérna. Og Hallur, erfiða sendingu, tekst ekki alveg. En uppspila ágætt, vorum að Já. finna Carlos bara í lappir. Hann öruggur á boltanum og við getum alveg treyst honum. Já, Þótt hann sem er heldur pressu á sér, hann leysir það alveg. Já. Markmaðurinn vildi fá að vera með. Mikael búinn að lesa þetta bara fyrir löngu. Sjá Carlos. Vel gert hjá Mikael. Vel gert. Frábær skipting hann hjá Carlos. Þetta er það sem hann er svo góður í. Dansa á litlu svæðum og skipta honum yfir. Vel gert hann nálefst. Svo klemsið hann að herru. Er boltinn að fara í mig? Ég gríp þennan. Hörru. Það er alveg bakspinni eða húsnæði. Hann góð hreyfingarna í Ólöfu til að losa sig frá manninum. Ekki nógu gott þannig að hvað segirðu? Já, þakkaði fyrir Kristinn. Takk hérna. Setta marka á. Já, við glemdum að breyta skónum. Ef einhverju voru að koma inn þá er 1-1. Ef við voru að pæla. En þannig að ef við förum aðeins yfir þetta mark hjá Þrótturum, Já. hefði Níko ekki getað gert betur hann? Átti hann ekki að stökkva bara á þetta? Jú. Hann virkaði eitthvað hikandi. Já, gæti verið að var maður alveg í honum en ég bara Ég sá að mann það ekki en hann var eitthvað að kvarta hana í dómarum, sko, kannski Já. var eitthvað. Níko var nýbúinn að missa boltan hana fyrir í seindaðansvinnu. Já, Þetta spilaði eitthvað inn í hugun hans. gæti Kannski verið. eitthvað óörugur, hann myndi kannski gera aftur svo mistök og var það kannski eitthvað hikandi núna. Maður veit það ekki. Það gæti vel verið en við En, fulla trú að Níko muni standa sig eins og hitja í markinu restina af leiknum. já, maður sér það að þetta er hörku markmaður. Já, Flottar heldur betur. hreyfingar og Já, bara já, virkar, Byggður þessu markmaður. já, með breiðar axlir, sko. Já, heldur betur. Fallegt veður fyrir við, finnst þið það ekki? Fullkomin svona undir ljósunum, Jú, þetta er bara búið að vera æðislega vika. bara lítill vindur. Sjá annan, þetta er boltinn, sko. Gunni far. Sjá hraðan. Aðeins auðvitað. Já. En samt, sjáu hraðan, hann þurfti að neða að senda í innkast, sko. Mér myndi ekkert líða vel í bakverðunum móti Gunnar, sko. Nei. Fá boltan yfir mig, þurfa að spretta eftir hann. Það er ekki draumurinn. Þetta var svona á jaðrinum við Já, virtast ég var innkast. akkurat að segja það, þetta var alveg freka tæft innkastana. Það var skemmtileg hreyfingarna hjá Árnarsand. Hann þóttist senda hann upp á Gunna en köttaði hann á miðuna. Hann var svo smekkt úr því. Flottu telja, já, ok. Hann breytir dóminu sínum. Dómarinn. Carlos er reiður. Óvænt. Ha? Carlos, þetta er signature. Anna bara múið hans bara öskra ha. Í akkurat þessum tón. Já, Carlos líka, þú tekur eftir því. Ef þú ætti að dekka hann Carlos Já. var svona hjá honum, þá er hann rosalega mikið svona að rembast. Rembast. Bara þú veist, þú ert að dekka þá er hann alltaf það er ótrúlega skrítið. Já, Það er bara, það er ótrúlega erfitt að lýsa þessu, þetta er ógeðslega fyndið, sko. Binni gerði vel hana, eða svona eftir að Akkur hafa finnur tapað hann ekki boltann. Gunna. Já, Bara tíma keyrðu setna. á hann, keyrðu þau bara á hann. Flott skeið, vel varist hann. Ég er farin að sjá okkur þessi maður er í landsliðinu. Já, hann er mjög flottur spilari. En núna vil ég sjá pressa almennilega á það, sko. Já, þeir eru að biðja aðeins minna ákæði í pressunni og í spilinu
þjálfarar Hauka og ég sé alveg hvað þið við. Þeir hafa aðeins verið að slaka á hérna seinustu mínúturnar. Flottur skalli að ná hjá Mikka, frábært. Finna skalla á mann. Já. Það er mikilvægt. Ekki bara skalla einhvert. Það er einmitt það sem ég hrósaði þér fyrir í leiknum á móti Völsungi. Skalla á samherja. Já, heldur betur. Og það var augun opið fyrir því, sko. Skemmtilegt að þú minnist á því hérna í beinu útsendingu. Já, þetta er eitthvað sem ég legg mikið á, sko, í leiknum mínum. Já. Níko tilbúinn þannig að þeir kannski geta tekið boltan upp en hann tekur enga sensa. Hallur. Mikki skallar aftur á mann, þetta er svo fallegt. Carlos finnur nú og hann reynir að taka múfuna. Akkur finnur hann ekki Oliver, hvað er það að gera? Sjáðu hraðan maður! Hæ? Hvað að sprengja á þetta bara? Býttu, hæ? Þetta var rosalegt. Ég er bara í sjokki. Já, ég bara, hvað þetta gera svo og allt er bara komin í gegn. Baldur missir annars smá en Carlos er mættur. Það er þannig innkast fyrir Haukum. Það er aðeins að jafnast í þessu fyrir að styttast í hálfleikinn. Sýnist dómarinn bara að fara að vera að flauta í flautuna sína. Já. Blása í flautuna sína. Vá, flott hana. Já, honum húna. Að spila hérna Haukarnir ættu bara að negla fram þessi hálfleikur er alveg að fara enda sko. Finnur frábært hjá Níko, hann finnur góða sendingu á Baldur. Frábært flick hann. Þetta er svo fallegt. Oliver, þú hafðir allan tíman í heiminum til að breyka ofurina en allt til Já, flauta til hálfleiks. Allt jafnt hérna í hálfleik. Búin að vera frekar jafn leikur bara fín, bara nokkuð skemmtilegur, það ekki það? Jú, bara fín gæði í þessu. Já, fín gæði í liðun. Mikið að... Það sést ekki að þetta séu 2 bollið, myndi ég segja. Nei, alls ekki. Bara fín gæðin á vellinum og liðin að spila vel og allt það. Kristinn, viltu koma í viðtal? Kristinn neitar viðtal hérna í hálfleik en hann þá segir þetta bara gott í bili, við sjáumst í sérhálfleik. Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos.
Tvöföld hamingja. Þú sækir pizzu og stóran skammta brauðstöngum og voila! Þú fær aðra pizzu sömu stærðar með. Magnað þetta tvennu tilboð. Dominos. Það er gott. Herri, jæja. Já, ég starti svo bara. Við erum mættir aftur. Já, það má. Reyndar er að Máni ekki með mér. En hann þurfti að taka sér smá svona
bara pásu Já, það ekki. í bara smá innhverfa íhugun og Hann var að- kemur bara sterkar tilbaka en með mér er Kristinn Óli Haraldsson. Velkomin. Takk fyrir það. Máni þurfti að fara að lesa orðabók. Hann aðeins að vika orðaforðan og síðan ætlar að hugleiða fyrstu 5 mínúturnar og síðan bara mætir hann tvíaldur aftur tilbaka. Já. Talar aftur og oftar það að menn sé að secura hitt og þetta og að eitthvað lið sem er meira possession og fleira. Þannig að hann kannski kemur aðeins meira með svona nýjansan meðan ég ætla að reyna að halda mér í gömlu góðu íslenskuna. En það verður bara áhugavert að sjá hvernig það gengur. Sko, það er náttúrulega það er auðvelt að setja henn á hliðalínu og vera eitthvað drulluði með hann. Já. En svo þú ert mættur með mækin. Já. Eða mikrofónin eða hvað sem þú vilt kalla þetta. Já, passaðu. Þá er það allt önnur saga, sko. Í rauninni ekki, sko, vegna þess að þetta er í rauninni bara eins einfalt og þetta lúkkar, myndi ég að segja, sko. Já. En seinni hálfleikur er að byrja. Ólafur Steinar er tilbúinn að hefja leik. Og þá er bara ekkert að landbúnaði en að dreifa þetta í gangaldi. Eftir hverju eru að bíða? Jú, það er verið að línuverðinir eða aðstofadómarar létu bíða eftir sér. Þeir eru ekkert að stressa á þessu. Nei. Hvor fannst þið betri í fyrirháleik? AD1 eða AD2? AD1. Já. Algjörlega. Út hérna rauðhörður. Og það sem gerði herslumun. Sko, að vera rauðhærður er náttúrulega ákveðin fötlun. Nei, ég ætla að fá að vera ósamlega þessu. En, þú veist... Herðu. Já, ég ætla ekki að fara neitt lengra með það. Nei, þú mátt bara hægt að tala. Herðu, Haukarnir eru að breyka þetta. Númi kemur upp hægra megin. Þetta er Árni. Herðu. Nei, ég var að tala um að Númi var að koma í hlaupi. Já, hann kom í hlaupi hægra megin. Já. Herðu. Þú ert að bíða eftir að ég hendi í fylgspor og þú getur leiðrétt mig. Ég er með þig, sko. Það ekki. Þú ert með mér bara í gjörgæslu. Ég er náttúrulega sett hár kröfur á þig, Kristinn. Já, og ég ætla að gera með þetta allra bestu ég að standast þær. Máni, hann gerði sitt mjög vel, hann setti tíman í gang, vondar henni tíma núna. Já. Þeir eru bara eina sekundu eftir á. Sko. Sem er betra enn í fyrirháleik, þar sem við voruð svona það bil mínútu eftir á. Ég sé að Haukarnir eru búin að gera smá breytingar á sínu liðin. Hallur hún er komið niður í miðvörðin og Binni upp á miðjuna og Carlos fyrir framann þaðan á miðjunni. Já. Það er góð spurning. Nei, þeir eru ekki komin í 3 manna, en þeir eru eins og búin að breyta vegna þess að mér sýnist þeir eru verið að komnir í bara gamla góða 4-3-3. Já, mér nefnilega sýnist það, sko. Það sem að Númi er komin út hægra megin, Ólafur Steinar er strækar og Gunnar farin út vinstra megin. Og það skilur eftir þá Carlos, Danna og Binna á miðjunni. Hárrétt. Takk fyrir mig. Það er enn ein hornspyrnan. Þú talaði mikið um það í fyrirháleik, þetta verið sálfræðilegt. Þetta er það náttúrulega. Sko, að verjast hornspyrnu, þetta er ekkert flókið þannig séð, sko. Nei. Bara dekkað þinn mann og berða ábyrgð, sko. Nú ætla ég að fá að vitna í merkan mann þegar maður sagði að það væri mjög auðvelt að vera á hliðarlínuna að dæma. Já, það er sem ég er að segja, sko. Sko, þegar þú segir þetta, þá er þetta ekkert mál. Nei, bara verja á stálspinnu og skati bultu og... En að gera þetta er allt annað. Já. En þetta, sko... Hérna eru Haukarnir komin á break, geggjuð sending. Númi, 1 á móti markmanni. Nei, heyrðu, hvað er... Hvað bara þarna... Tómi boltan. Þetta er... Nei. Þeir bjargaði þetta á línu. Jesus Kristur. Þetta er eins upplagt marktækifæri og það verður og Þróttarar hanga hér á bláþræði í byrjun seinni hálfleiks. Carlos með góða sendingu yfir, þar sem Númi tekur vel á mótunum en gerir illa. Þetta er hendi. Nei, dómarinn vill hafa þetta bara á sinn hátt og það bara verður þannig. Jæja, heyrðu, Danni með geggjaða sendingu. Nei, aðeins langt fyrir Arnar Númi og Gíslason. Vissirðu það? Hann heitir Arnar Númi. Já, ég vissi það. Já. Vissirðu? Nei, Jú, hvað er það? Freyr Sverrisson. Já. Veistu hvað er fyrir hans? Heyrðu, hann er... Bíddu við. Ég er að vonast til þess að þú munna því ég er búinn að gleyma þér, sko. Þetta var alltaf, sko, þegar við tókum þær síðfrægu ferðir í Vogana. Já. Þá var þetta alltaf spurningar kvöldi. Já, það er svolítið. Já, og ég, sko,
er ekki nóg mikill límheili til að munna það. Getur þú fact-checkað hvað hérna fyrsta nafn Freyr Sverrissonar? Ég ætla að segja nei, Þú vilt ekki gíska? ég ætla að segja Sverrir Freyr Sverrisson. Nei, ég held að sé sko, þetta sé nærði að vera eitthvað svona Valborgar eða eitthvað. Það er mitt gísk. Þetta var eitthvað frekar Já. Arnar Númi hérna minn nóga tíma, nóga plássi, snýr á, tekur skæri sín En og á sendingin spes. arfa slaka sendingu hérna yfir og reynir að finna Ólafur Steinar sem miskilur þetta. Þetta er ljótu kloppi, þetta er ljót, ég yrði persónulega mjög pirraður ef að þetta væri gett við mig. Já, en sko, þú átt að því að Árni endaði með boltan. Sko. Já, algjörlega, en ég myndi kúka í buxurnar. Baldur hérna í ólappið, hann er svolítið lokaður hérna út í hotni, veit ekki alveg. Fær hotnið. Já, veit ekki alveg hvað. Sko, Andi Einir hérna mætti svolítið mjög utarlega, hann var eiginlega bara út á Malbygg að reyna að dæma þetta. Já, hann vil bara gefa kantmannum space. Já, það er það. Svæði. Afsakið. Ólafur Steinar með hoppslitunna. Arnar Númi Fylgstu með Binna, hann er að fara skallinn. Já, Mikki, heyrðu. Hvað gerir þú, drengur? Hvernig gerist þetta? Hann hefði getað blásið boltan inn í netið en í staðinn dripplar hann framhjá. Hann ætlaði að reyna með eitthvað hælspinna. Nei, þetta var sko mjög varhugavert. En þeir eru myndið að mæta með boltan í leik, sko, nú skjáttlast mig því ég segi að ég held að Þróttur hafi ekki komist í miðju í seinni hálfleik. Ég held að það sé bara rétt hjá þér. Já, og annars bara má fólk, sko, ekkert endilega taka með orðinu fyrir það, en Sjá hvað gerist núna. Hallur. Heyrðu, þetta var nú ekki varnarleikur upp á marga fiska, en þetta var skot upp á nokkra fiska, en ekki nógu marga vegna þetta var yfir. Þarna gargar Hilmar Trausti Arnarsson bara nákvæmlega það sem allir voru að hugsa, sem er að hann býður Hall og aðra menn í varnarliðinu að lesa þessar laumu sendingar yfir vörnina. Ég sagði Valborgar. Valborgar er náttúrulega bara ekki nafn. Nei, en þetta var brandari, en það er nærði en Sverrir Freyr Sverrir. Valgeir Freyr. Heyrðu, númer þetta mættur einn, það er enginn með honum, ætlar hann inn á teyging, hvað ætlar hann að gera? Hann þarf að bíða. Já, sprengikrafturinn. Það var þetta mjög góð varnarleikur. Djöfull. Verður bara að gefa það. Hann bara steig hann þræl vel út. Hrikalega vel gert þetta. Jú, ég held að. Við sjáum hér að Ólafur reynir að pressa. Carlos er bara mættur fremstur á miðju. Eða hvað? Já, sko, Binni, við erum með tvo bara svona framalega. Tvo fyrir framan Brynjarð. Já. En þarna fær Brynjar boltan í sig og en haukar fá knöttinn aftur. Baldur lítur upp og gabbar bara okkur alla. Leysir þetta vel. Þetta er flott sendingarnir af Carlos, en núna þarf hreyfingu frá Núma. Sko færi boltan í lappir og sendir hann aftur yfir Daniel. Binni ískaldur hana. Já, bara snýr hann algjörlega af sér þetta. Daniel leitar á Samherja, finnur hann ekki. Þannig að Númi kominn og vinnarlega tímasett ekki alveg nægilega vel, sko. Númi vill fá... Gunnar hefur ekki sérst í þessum seinni hálfleik nema núna þegar hann fær boltan og tekur mannin á og algjörlega bara gengur frá honum á frekar slaka sendingu inn á teig þar sem enginn er mættur og núna eru bara einfaldlega of fáir haukarar tilbaka. Þróttar með overlapp, sprengir hann á miðjuna, en Carlos Magnús Rabello vinnur virkilega vel. Svolítið lengi að stíga upp hana. Þróttar að virðist alltaf að halda bara í sína þryggjumanna varnarlínunni. Þróttar að það gekk svona upp og niður í fyrirháleik.
Fín sendingin á miðju, Daniel skila vel inn á Brynjar, finnur Oliver. Þetta er fínt spil. Nei, ég jinxaði þetta algjörlega og Daniel brýtur bara af varkárni og væntum þykki á Þróttaranum þetta. Herðu Kristinn, við erum ekki þekktir fyrir að skafa hlutunum. Nei. Og fyrir utan þetta mark hjá Oliver Steinari, Já. þá hann eiginlega bara búinn að vera arfaslagur í þessum leik, sko. Ég ætla að fá að taka upp hanska fyrir Oliveri. Mér finnst hann búinn að vera bara mjög fínn. Hann er búinn að vera, þegar hann var þessi í rauninni tenging milli miðju og sóknar, þess að tvekja sóknarmanna sem við vorum að vinna með hérna í fyrri hálfleik, þá stóð hann sér bara heldur vel í því. Hann alltaf er ótrúlega sko, ef ég má fá að sletta þá er hann með sko, bara mjög high IQ leikmaður. Já, algjörlega. Hann spilar svolítið eins og hann hafi verið að spila bara svona í 70 ár meira en allir aðrir. Kannski ekki alveg, en svona það líkt. Mér finnst það búin að vera að gera það bara vel. Ég meina, þú veist, þetta Þróttaraliðið búið að sitja með aftarlega og reyna að breyka þegar tækifæri gefst á. Og mér finnst ákvarðanatakan hans Ólafs bara hafa verið fín. Þannig að arfaslagur finnst mér vera helvítið þungur dómur. Ég á það til að svona fara kannski fullgeist í hlutina. Já. En þetta er svona það sem ég meina með þessu, hann er kannski að fá boltan, lítil press á honum og hann er að klikka á bara einföldum hlutum. En það vita náttúrulega allir hvað Oliver Steinar getur, sko, hann er frábær leikmaður. Já. Ég efast Aldrei hæfileika. Nei, en er það þá málið kannski frekar það að þú býst við meira á honum? Já, ég set bara svo miklar kröfur á. Já, 100%, það má alveg gera, sko. En ég meina, mér finnst bara síðustu svona 25 minútur í fyrri hálfleik var allt liðið, bara það var eins og einhver hafði slegið á bara þvert yfir moltabiðið. Það vantaði allan kraft, það vantaði bara ákvarðanatakan hjá öllum, var upp á sko 4,3, það var algjört fall. Þetta er náttúrulega ekki neitt, ég veit ekki alveg hvað Þróttar er að biðja hérna. En hérna er Carlos með allan tíman í heiminum og Númi tekur gífurlega vel á móti boltanum. Oliver er í hlaupið. Þetta er aðeins langur bolti. En gerir vel, sendur út í tegið þar sem bókstala engin mættur. Og Carlos, hann fyrir allan daginn yfir á vinstri. Og ótrúlega vel gert. Þetta er víti. Nei, þessi dómar er algjörlega sína þarna vanhæfni sína, þar sem hann dæmir ekki augljósasta víti sko sunnan Alpafjallana. Hvað gerðist þetta, Friðbjörn? Oliver gerði náttúrulega ótrúlega vel, þannig að hann setti líkán fyrir framar varnamenn og fekk snertinguna. Máni Mar er farin úr öllum fötunum hérna, hann er svo pirraður. Hann er rauður í andlitinu. Máni, klæddu þig, meinur. Núna. Koma gott. Jón, formaðurinn er mættur hérna, þetta er ekki nóg gott. Herðu, en hotspilnan, þetta er hættulegur bolti og Mikael Ómers! Skalla í slamma. Þetta lítur að vera dettinn, sko. Já, þetta, hann festist í loftinu. Hann beið eftir boltanum í loftinu. Hann sveif. Herðu, þetta er svolítið sama uppskrift og í fyrri hálfleik. Haukan er miklu betri í fyrstu 10, vonandi halda þér bara þeim yfirburðum áfram. Já, og þetta ekki eftir nára sama plan eins og þið gerðu hérna síðustu 25 í fyrri hálfleik. Númi aðeins og setna loka svæðið þarna, en fín pressa á Baldri. Það sem Brynjar, já, flottur skalli, takt þetta niður, snúðu drengur, snúðu, flott, já. Þetta les varnarmaður Þróttar vel, þetta hefði geta verið hættuleg tækling, en ég ætla nú bara að fá að vera ósammála dómaranum þarna, en sammála línudómaranum. Sko þessi dómari, hérna, þú myndir á hann að hann fílar svolítið mikið að stjórna leiknum. Hann er hans eigin maður. Já, hann er hans eigin herra. Eins herra, já. Mér er, já. Hvað? Já, það eru 68 að horfa á okkur. Máni Mar, tímabundinn tæknistjóri var að sýna okkur það. En já, Kristinn, það sem ég ætlaði að segja á hann, þú myndist að töluna 4,3, en já. Er það ekki með meðalengurinn þín í Flensborg? Alls ekki. Mæti ekki einhvern vissulega, hún er svona eitthvað nær nulli heldur en heilri tölu, en annars var ég alltaf fínna bókina, sko. Já, þetta er bara að sprella. Er það ekki? Jó. Já, en nú ert þú kennari. Ætlar þú mikið að leggja svona út á neymyndu þína sem vantar hjálp í námi? Já, maður verður náttúrulega að leggja... Já, þú verður að berja í tíð. Sko, mín svona filosófía er svolítið að brjóta menn niður til að byggja það aftur upp. Já, ertu að fara að kenna fólki bara verið í hernum eða hver er pælingin? Nei, bara
málið er að þessi krakkar þeir eru að átta sig á því að lífið er erfitt Já, algjörlega, já, og það er Friðbjörn Bjarki Guðjónsson sem ætlar að sýna þeim það. Já. Já, algjörlega, gott að vita. En við eigum hotspinnu hérna og já, það er verið að undirbúa skiptingu, þar sem Burkni Björnsson er að mæta inn á völlinn. Það er skrokkur, punktur, það er ekkert meira en það. Nei, hann er þetta svona aðalega þekktur sem burrito, kallar það félagum sínum. Íslenski Oliver Giroud. Það er bara einmitt það sem Haukar þurfa núna. Þeir þurfa ref í boxið þar sem við erum búin að vera með 3 mjög tekníska og mjög erðu en þarna til og með hefði verið þægilegt að hafa henni íslenska Oliver Giroud til að skalla þetta. Stangað þetta inn. Það er þetta blása hann að bolta bara inn. Hann er vel teipaður sig hérna. Það eru 3 línur af teipi á vinstri soknum. Já. Hann hefur ekkert verið að vanda sig við þetta. Jú. Svolítið bara út allt. Nei, alls ekki. Þetta er trekk í trekk eru þeir að finna okkur þetta fyrir aftan. Þetta er bara ekki nógu gott. Það væri hægt að kalla þarna á óbeina aukaspinnu þar sem að Baldur sparkaði boltanum til Nico. Hann fær hérna nóga tíma plássi. Já, bara situr einn á rassinn og fær hérna þrýting frá Oliveri og á síðan ekki alveg nóg nægilega góða sendingu á Núma en aftur tímaplássur í Daniel, Baldur já, þetta er bara flott sprengikraftur, sending, Ólafur Steinar Arnar Númi þetta með aðeins og langa sendingu en hér fáum við skiptingu, Burkni er að mæta inn á og jú Hvað gerir þið? Taka Ólafur út af Ég meina, er þetta ekki nákvæmlega sem varst að biðja hann bara ekki búinn að vera nægilega góður sagðirðu? Sko Hvað hefði þú gert? Það sem þú ert nú þjálfari? Það sem ég hefði gert er ég hefði allavega ekki tekið Ólafur Steinar út af ég hefði sennilega tekið Daniel út af og fært Ólafur niður á miðjuna ekki það að Daniel sé búinn að standa sig illa hann er búinn að vera mjög flottur í þessum leik en talað ákvarðanatöku, ég held að Daniel er búinn að lenda núna í nokkur sinnum í því að vera í svona frekar mikilli hápressustöðu þar sem hann hefur þurft að bregðast í hratt og þurfa að gera það vel og hann hefur gert það þannig að hér er Burkni strax mættur í pressu mér sýnist þeir bara halda sömu stöðu þar sem hann fer einn upp á topp með Gunnam á vinstra megin og Arnar Núma Gíslason hægra megin og þetta er frábælega þetta er þriðji snildarsnúningur sem við sjáum frá Brynjari en þetta er ekki nógu góð sending og Gunnar sparkar boltanum í berserkis reiði og pirringi í Foss Hotel skiltið okkar fallega hann greinilega hefur gist þar einhvern tímann og ekki fílað sig Jú, hann dýrkaði það svo mikið að hann vildi bara honum leiði bara mjög vel hann vildi bara svona leggja áherslu á Foss Hotel Já, enda er það frábært stað til að vera Já Viktor Jónsson, kollegi minn, hefur oft gist á Foss Hotel og honum líður alltaf vel á Foss Hotel hann er ofta að spila golf bara og já hann er mjög góður í golfi hann er skemmtilegu kloppi, þrýtningur Baldur með táinn og teig en þarna þurfum við að trakka niður tilbaka það er enginn að detta niður fyrir Baldur og dómarinn reynir að gefa þarna Þrótturum gott skrín þeir finna miðjumann já, þetta er flott uppspil hjá þeim bara við verðum að gefa þeim það en Baldur verður að mæta út þarna og hann algjörlega selur sig og Nico gerir vel er einhver þreyta komin í mennina? Haukarana? Já. Nei. Ég er bara að bylla. Þeir eru að fara að skora núna. Gunni er með skæðinu sín frægu. Gunnar Foss Hotel. Fær á spinnuna. Gunni Foss. Já. Gunnar Foss Hotel. Carlos, tekur þetta. Já, þeir vilja ekki taka innsving spytur. Ég skal segja nákvæmlega hvað er svona því að Burri ætlar að vera hann á fjær og hann ætlar að reyna að finna hann Ok En það er nú bara að ganga heldur vel að finna Mikael Óvin bara rétt fyrir utan markteig heldur að þeir haldi því bara ekki áfram Jú, vissulega en sjá
Já, hann Buri mættur. Já, Og skallar hann niður á Gunnar eins og jarðíska. Þessi var bara á uppleið alveg þannig að hann hitti þarna viðarplötuna. En Burkni er bara eins og jarðíta í teiknum. Það er enginn að fara að hagga honum, sko. Nei. Maður er náttúrulega einhver 100 kíló bara kjöti. Já. Máni Mar hlær. Ég vona innilega að Burkni frétta ekki af því. Það mun hann gera alls konar. Hrista hann aðeins bara. Bara taka svona þéttingsfast báðar axlir og hrista manninn. En hérna já, Carlos missir aldrei boltan löglega. Það er alltaf brotið á honum. Ég hef aldrei á æfinni síðan Carlos tapa boltan. Baldur, þetta þarf að vera betra. Guðminn almáttugur. Hvort setjum við sökina á, það eru 3 menn sem við getum skellt skömmin á. Það er Þórarinn Jónas sem var að spjalla við Baldur. Já. Það er Carlos sem á að sjá að Þórarinn Jónas er að spjalla við Baldur. Og það er Baldur sem á bara einfallega einbeitt sér að leiknum. Já, sko, ég held að þetta hefði bara verið ég að jinxa. Vegna þess að ég sagði áðan að Carlos Magnús Rabelo missi boltan ekki nema það sé rauninni ólulegt athæfi við líði. Og þarna gerðist það bara 100% löglega. Hann bara misti boltan fyrir Haukana. En þetta er anna, svo í sletti, the commentator curse. Já, þetta var skemmtilegur heimur hjá þér. Hvað hérna, heyrðu, hérna eru mættir og Ardan Númi. Það er gott. En Binni fær hann hérna. Baldur mættur í ólappið. Já, og hann á fína bolta í teginn sem Þróttarar ná að hreinsa frekar vel. Markmaður mættur hérna í hálfgert skóarhlaup. Þetta er brot á Arnar Núma, hann veit nákvæmlega upp á þessu sökina. Dettur beint undir hann. Hann er ekki að spjalda fyrir þetta. Nei. En það væri það algjör óþarfi. Nei. Herru, ég baði 5 mínútur og nú er það komin á 20. Mér finnst það full mikið þar sem að Máni er að neita að taka við mikrofónum. Þú náttúrulega braust manni niður, sko. Ég brautar, nei, alls ekki. Enn og aftur ætlaði ég samt að fá að vitna í mikinn mann þar sem ég sagði að einhvern tíma þarf maður að brjóta fólk niður til að byggja aftur upp. Já, þannig að... Og þar með sný ég þínum eigin orðum ofan í þig. Þú verður áttið af einu. Það er löngu búið að brjóta mann niður. Við erum í uppbyggingaferli núna, sko. Já, er það ekki? Já. Jú, hann er náttúrulega búin að standa eins og klettur í vörninni hjá Haukum. Bara frábær. Eigum við eigum nokkra leikir saman í öðru flokki? Já, við eigum það. Já, með Breiðablíkana, já, það sem ég skoraði. Já, þið skoraði, já. Já, heldur betur. Þannig að ég vil meina það að uppbyggingaferli hafi byrjað leið og ég byrjaði aftur að æfa með öðru flokki. Þar sem ég var að hjálpa Mána svolítið að móta sinn fótboltakarakter. Já, enda bara tók hann þvílíkum framförum eftir það. Heldur betur. Já, Baldur með fína varnarleik þarna, lesinn alveg hitt í fyrradag. Er komin tími á taktíska breytingar í Haukum? Sko, jafnvel. Eða kannski ekki taktískar en bara fá ferska lappir. Já, við erum með fínan bekk. Já. Náttúrulega með Sævarana sem geti... Já, Máni segir nákvæmlega saman, hann sagði í... Já, Gunnar fær hér einföld skilaboð að halda boltanum. Ég held að... Matti og Sævar, heyrðu, en Númi vinnur hérna boltan hátt upp á völlin og hann hleypur eins og hann hægir aðeins á þeir innföld. Þetta var ekki nú, hann hefði bara átt að fara sjálfur hérna. Algjörlega, hann er alltaf komin. Nei, sko, þarna, sko, Arnar Númi er nú, sko, gjaldgengur ennþá í 3. flokk og er það að sýnast hérna núna að hann er búin að fá 4 dauðafæri hérna í seinni hálfleik þar sem hann hafði réttilega getað að klára leikinn og enn og aftur er ég að gera nákvæmlega saman og þú gerir með Ólafur Steinar þar sem að ég veit nákvæmlega hvað þetta er góður leikmaður. Þetta er alveg svona hreinn hæfileika kall. Bara hæfileika búnt. En þetta er hár bolti, algjör blöðru. Þetta er nefnilega það sem ég er að segja. Þetta er bara eins og bara í bannan. Þetta er bara fá einn undirsnúning á fjær. Já, en já. Þetta er hreinsað vel. Gunni yfir á Carlos. Já, þú veist, þessi leikmaður. Ég er ástfanginn af Carlosi. Já, hann er æðislegur. Hann bara, og líka besti maður sem ég þekki, bara í öllum heiminum.
ég held að hann sé sko eins mikil fyrirmynda sonur og bara þú getur óskað þér. Já, hinn fullkomni Tengdasonur. Já, bara jafnvel, guð minn almáttugur, vá. Ef einhvern tímann eignast dóttur og eða son og Það er kannski orðið full seint samt. nei, og ég er að segja bara sko típa eins og Carlos myndi einhvern tímann kíkja heim til mín. Ég myndi knúsa manneskina og segja bara takk fyrir að velja barnið mitt. Eða þú veist, vonandi það ekki barn samt á þessum tíma. Herru, ég ætla að hætta að tala áður en ég tala af mér. Ég vona að fólk hafi átt að sjá hvað ég var að meina þetta. Basically Carlos er snillingur. En þarna var Arnar nú með að reyna við helvíti erfiðan bolta. Við erum að halda boltanum vel. Við erum að gera nú eiginlega bara í allan seinni hálfleik. Já. En núna er tíminn svona þetta er alveg ekki nógu góð bolti. Númi hins vegar nær honum. Mikil einsvinga á þessu Baldur býður sér niður en Númi neitar bara. Hann fer sjálfur á teginn og skýtur. Næstum ekki þetta helvíti opinn en markmaðurinn les þetta vel og ver í horn. Bestu 3 leikmenn Hauka fyrstu 70 mínútur. Go. Númi, svo ætla ég að segja Carlos sem er búinn að vera mjög flottur. Já, ég nefnilega og Binni líka, eftir hann komin á miðuna þá erum við aðeins búin að fá svona aðeins meiri ró á miðuna. Hann er búinn að skila boltan bara vel frá sér og ég ætla að gefa gera vel. Ég ætla að vera sammálaður en þarna þarf markmaður Þróttar að hafa sig allan við að blaka þessu yfir slána eftir fína skalla lengst út í teig. En ég ætla eins og að gefa Danieli sérstaklega tilnefningu fyrir að vinna vel á miðunni og í rauninni bara vitna þá í umræðuna sem við áttum áðan miðan. Já, hann er flottur. Við sýnist Þróttar að vera að gera hér breytingu. Ég get ekki séð í möppuna þeirra hvernig planið er en hérna markmaður Þróttar er lengst út í teignum er hann að Kílan og dómarinn dæmi markspyrnu. Ég set hálft spurningamerki við það. Sko það sem Haukarnir verður bara að halda áfram að gera er að sækja upp hægri kantinn. Það er ráða voða illa við hann núna þegar hann fær plásana á kantinum sko. Það er að ganga mjög vel. Baldur og Númi eru búin að vinna vel þetta saman. Þetta er fín pressa frá Burkna. Lokar að senda ykkur leiðina þetta og já, þetta er bara nákvæmlega sem við viljum gera. Þeir bara þurfa að fara í svona erfiða bolta leið og við læsum bara. Burkni missi boltan, eru við stöðu. Þróttur eru bara komin í þetta ferðina. Við eigum ekki að leyfa boltanum að skoppa svona strákar. En Baldur bjargar þarna. Já, jú. Er það málið? Herðu, og Mikael Óven liggur eftir, virðist að hafa fengið högg þarna. Veit nú ekki alveg hvar, en hann situr bara á vellinum. Annars eru Þróttarar að undirbúa skiptingu innan kemur leikmann Ég held að þetta hafi ekki verið högg sko, ég held að þetta hafi frekar verið eitthvað svona tognun eða eitthvað. Svona lítið þannig út sko, á náranum eða eitthvað. Það lofar ekki góðu. Og þó, þannig að við erum alltaf með Brynjar bara inn á sem getur dottið aftur niður í hafsendin. Já, svo eru varnmenn líka hana á bekknum. Við erum með Viktor, Gauta, svo er hann Antonan líka. Þeir geta báðir leyst þetta. Annars eru Þróttarar hérna að undirbúa skiptingu. Eru bara að fara að framkvæma þetta skiptingu. Ég er ekki með leikskýrsluna að opna, Máni ætlar að opna þetta fyrir okkur og segja okkur hvað leikmaður númer 6 heitir. Hann var hérna á Íslendingabók að finna nafnið á Valgeiri Freyr Sverrissyni. Það er ekki númer 6 á skýrslu. Það er engin númer 6 á skýrslu. Er það kannski númer 69? Ég segi þetta sé bara Alexander Máni Jóhannsson. Jónsson. Og út af kemur leikmaður númer 22 Róbert Orri Ragnarsson. Já. Þetta er ekki Róbert Orri Þorkelsson, leikmaður Breiðabliks. Munurinn á þeim tveim er að einn er Ragnarsson og annar er Þorkelsson. Annars er þetta bara saman maðurinn? Annars er þetta nákvæmlega saman maðurinn. En Viktor Gauti Jóhannsson er að koma hérna inn á, leikmaður nummer 23. Og Mikael Óven er að fara middur af velli sem verður að flokka sem mikill missir fyrir Hauka. Má gleyma
Víum í Já, Viktor Gauti Víum Jóhansson. En það sem Viktor Fyrsta kemur leikur á með er mikil talandi. Ég kíkti á nokkrar KA-æfingar hérna einhvern tímann Var hann á flokknum K.A. daga og hann sem sagt það var annar flokkurinn líka bara eða svona nokkur öðrum með á Þú verður að fara að kíka á K.A. Bara, það er aldrei að vita. Algjörlega úr karakter hérna. En já, var hann Og hann var svoleiðis öskrandi menn áfram. Ég var bara að hugsa þetta bara, hver er þessi gæi? Þetta er Viktor Gauti Víum. Þetta er fættur leiðtogi. Já, það máli. Já. Heldur hann slísist einhvern tímann út í stjórnmál? Já, það kemur ekkert óvart. Er einhver Víum sem hefur Binni hérna með flottan snúning, finnur Gunnar út á kanti og Gunnar fær innan á hlaup. Nefnir gott. Þetta er svona underlapp ef sem maður kalla það og flottu bolti fyrir, þetta hefði bara léttlega getið verið mark á góðum degi en markmaður Þróttar að lesa þetta frekar vel. Ef hann hefði verið utan í teiknum hefði þetta bara verið helviti hættulegt en Daniel hleypur hann niður, lokar vel á, Arnar Númi tættur niður fyrir Daniel og Daniel heldur góðri pressu áfram og vinnur boltan. Vel gert Daniel. Burkni mættur í hlaup, Arnar Númi finnur Burkna og núna þarf bara góðan bolta. Gunnar kemur hann á fjær, Gunnar fær boltan ekki en það hins vegar gerir. Góð móttaka hann hjá Binna sem að finnur Carlos. Carlos, þetta er nú orðið helviti þröngt þar sem að 8 menn Þróttara voru inn á teiknum en Þróttar að missa boltan út af og leikmaður Þróttar sparkar mjög einfallega boltanum lengra út af. Vissulega ekki forsóttalmerki á þessu sinni en Burkni hérna skilja boltanum vel yfir á Daniel. Daniel finnur Núma því taka mannin á sem hann gerir næstum því, samt eiginlega ekki vegna þess að hann missi bara einfallega boltan. Góð gafræðing hérna hjá sóknarmanni Þróttara en Baldur vinnur vel og er bara nettur í mesta boltan. Þessi sending er bara einfallega út í óendanleikan. Máni var að læra það orð, hann var að lesa orðabók á hann og fann þar orðið óendanleiki. Já, og hann ætlar að segja ykkur núna hvað það þýðir. Það stoppar ekki. Það er orðabóka skilgreining Mánamar Steinbjörnssonar. Skulum ekki vera að hlækja þetta. Nei, alls ekki. Og það verður fastur liður hjá okkur hérna. Orðabóka skilgreiningar Mánamar. Mér líst vel að það. Eða ekki? Já. Friðberg kemur með næsta orð einhvern tímann á eftir. Já, ég ætla að reyna að koma með eitthvað sniðut. Á dögum tíma. Þróttarar eru að undirbúa aðra breytingu sína í leiknum. Það sem að... Heyrðu, Kristinn. Já. Hann er í sikkunum skónum. Heyrðu, það er alltaf skemmtileg típa. Nei, ég þóla það ekki. Ok, veistu hvað, ég ætla þá að vera hérna viljandi Devil's Advocate og dyrka. Þetta er mín uppáhaldsleikmaður í Þróttum, hjá Þrótturum í leiknum. Hann er ekki eins og komin inn á. Sko, það er náttúrulega fátt astnalegra en að vera í sikkunum skónum. Ósammála. Mjög ósammála. Óendanleiki er hugtak sem vísa til einhver sem er ótakmark þegar það er stærra en allt annað sem hugsanlegt er. Óendanleiki kemur fyrir í heimspeki, stærðfræði, eðlisfræði, heimsfræði og trúarbrögðum. Þarna kemur það. Þar hafið þið það. Máni Már Steinbjörnsson, heimspekingur, lífskunstner og frábær sálufélagi meiru. Takk fyrir þetta. Dómarinn dæmir einhverjum skrýttum ástæðum en gefur samt ekki spjald og Carlos virðist vera að koma með krampa, er að teygja þarna aftan á öllu bara. Núna út að kemur leikmaður númer 88. Enn og aftur er engin númer 20 á skýrsluhjöðum en líklega er það Eyþór Blær Guðlaugsson, tveggja skóa maðurinn. Tveggja barna faðir. Nei, ég get ekki vottað fyrir það. Nei, já, hann er í tveimur skóm. Já, mismunandi skóm, já. Já, ég ætla ekki að fara að fleygja þér fram að hann ætti 2 afkvæmi. Það væri áhugavert. Bæði ef hann ætti 2 afkvæmi en líka áhugavert að mér að ljúga til það. En Gunnar er mættur algjörlega út á endalínu og sendir bara beint í hæla varnarmann Þróttara. Þeir eru reyna að breyka hér hratt en Carlos er með boltan og
það er eitthvað verið að kýtast hérna í honum en hann er rólegur sem ís en hérna er Hallur Húni Þorsteinsson að gera stór mistök og Þróttarar komast bara í geysifínt færi en það rennur út í sandinn með frekar slöku skoti en Níko kemur boltanum hérna út í leik og Hallur Húni þarf núna aðeins að fara að girða sig og rífa upp sokkana og hann gerir það hérna með þessi fínu sendingu sem mætti hafa læst þarna aðeins betur og eftir að varnarmanni Þróttara, hann gerir það síður eigi en hérna reynir Brynjar að brjóta á manni sem er algjörlega sko, hann kemur eins og hlébarði Friðbert. Já, ánægði með vinslunana í Gunna en hann hefur sennilega bara tognað eitthvað við þetta Nei, það er bara skipting, hann er að biðja skiptingu. Spurning hvort þetta var þess virði. Gunnar Már Þórðarsson er að biðja skiptingu Til Sævar kom á það ekki 79. mínútu. Nei, Matt er að koma inn á. Hann er fæddur 2003, held ég. Er það ekki rétt um mér? Ég fæ vottun hér frá Mána Mar, orðabóka snilling og yfir ræstitækni með fleiru. Arnar Númi veifar hér á höndum, biður boltan, fær hann eftir geggjaða sending frá Halli. Hallur Húni með algjörlega pillaða sendingu, og þetta er náttúrulega bara brot. Nei, dómari, sko, hjálpi mér allir heilagir andar, af hverju var þetta ekki brot, Friðbert? Þetta er annað mögulega stórhættulega brotið sem þessi dómari neitar að dæma, hann horfir viljandi framhjá þessu. Og afsakið að mér er orðið of heitt í hansi hérna og ég er orðið aðeins væstur en þetta bara, ég er maður með mikla réttlætiskennd og þetta bara verður að vera á hreinu. En Gunnar Már Þórðarsson er komin út af. Matti, það er minn maður. Mattías, fyrir ekki Örvarsson, Mattías Máni Örvarsson. Ég var algjörlega að gíska þetta, en Þróttarar eru líka að gera breytingu, þannig sem inn á kemur leikmaður 14 Smári Sigursson. Þetta er fyrsti maðurinn sem er rétt númeraðar á skýrslu hjá þeim. Það verður að segja, þetta eru bara frekar slopp í vinnubrögð, en Brynjar hérna hættir í pirringi, þar sem að þetta er náttúrulega bara... Djöfull getur þú tala, Kristinn? Er það málið? Já, sko... Þú ert bara búinn að tala allan leikinn. Þannig að þegar ég er í þessu, þá kom alltaf svona kaplar það sem ég bara veit ekkert hvað ég var að segja, sko, en þú ert bara búinn að, það hefur ekki komið. En við getum ekki stoppað þetta núna vegna þess að það eru 9 mínútur eftir þessum æsispennandi leik og Daniel er með boltan út á tegnum, kemur hann yfir á Binna sem er með fítskot rétt yfir. Þannig að ég horfði svolítið skemmtilega mynd í dag. Já. Hún heitir Bon Cop, Bad Cop. Ég hef ekki séð hana. Nei, mæli með henni. Þetta er sem sagt, hún gerist í Kanada, þannig á landamærunum, eða sem sagt, já, landamærunum á Ontario og Quebec. Já, sem eru tvær borgir eða héruð í Kanada. Já, í Kanada og þú veist, í Quebec það eru tölu franska. Já. Og Ontario bara gamla góða enskan. Já. Og þannig að þau eru sem sagt tvær löggur að sameina krafta sína til að leysa morðmál. Já. Og fá aðeins með samringuna í að lýsa þessum leik. Að Kristinn Óliði sé ekki bara að keri það. Já. Nei, heyrðu, en Þróttarar eru hér bara einfaldlega að skora. Þróttarar eru bara hér einfaldlega að skora á meðan Friðbjörn Bjarki er að segja okkur frá kanadískri mynd sem hann horfði á, en þetta verður að skrifast á galinn varnarleik. Þannig eru 2 þríðningar sem taka 4 manna varnarlínu pluss Brynjar og Carlos algjörlega út. Og þetta er bara fyrsta stóra sókn Þróttara í seinni hálfleik. Og hér eru þeir að komast yfir á 83 mínútu. Nei. Viltu gjöra svo vel að hætta þessu? Þú ert að Friðbjörn Bjarki hérna er að kúka á sig. Herðu, hérna... Erikstar hér. Já. Við verðum að
byrjast innilega verðvinningar á því að á skjánum stendur 1-1 en staðan er orðin 2-1. Friðbjörn Bjarki er bara tækniheftur, þannig að hann því miður næri þessu ekki. Já, þetta verður bara að vera svona. Við minnum ykkur bara reglulega á eða koma einhverju nýjir inn að staðan er 2-1. 2-1 fyrir Þrótturum, ekki 1-1. Ef einhver geti farið mögulega upp kannski til tæknistjórar sem er á kamerunni og nippað í hann. En aftur á leiknum, Arnar Númer með boltan, er að skilja honum vel, situr hann aftur á Baldur. Núna verða Haukar bara einfaldlega að drullast til að geta eitthvað. Ef við tölum út hreina og beina íslensku. Hérna töltir Gunnar Már einskóaður til búningsklefa. Sko, já, það sem ég ætlaði að segja áður en ég fór að rugla í þessum tæknimálum, það er oftast þannig, ef þú klárar ekki færið þín, þá er þið refsað. Þetta er bara ákveðin lögumál í fótboltanum. Já, þetta er mjög sannað lögmál bara, og sönnunin er bara til á upptöku hérna beint fyrir frá okkur. Já, Sævar að koma inn á, Máni alltaf fyrstur með fréttirnar. Mér liði mjög illa, ég sé búin að taka bara á hann vinnuna. Ég býð honum í ís og pítsu einhvern tímann. En Arnar Númi með dauða færi en skallar hann í varnarmann Þróttara og aftur fyrir. Þannig að Haukar eiga, ég var að segja svona, sína 7. hotspinnu í leiknum. Sko, já, þetta er svolítið athyglisvert. Gunni hefur fengið sér sæti á varnarmannabekk Þróttara. Já, það er bara, það er statement. Nei, það er ábyggilega. Þannig er markið og þeir eru að jafna þennan leik. Ég þori ekki að ljúga eitthvað hver skoðar þetta. Hallur Húni! Og þeir spretta þetta tilbaka væntanlega vegna þess að þeir ætla sér að vinna þennan leik. Þróttarar skokka tilbaka. Þetta verða áhugaverða loka mínútur fyrir Björn. Ég á ekki til eitt auka tekið orð Kristinn Óli. En þetta er í fyrsta skipti sem við eigum bolta sem fer inn á nærsvæði annað en þessi bolta sem við erum að lúðra hérna á fjær. Já, þessi er bara í bananboltar. Og Baldur mættur í góðan bolta og hérna erum við mættur bara í sókn. Arnar Númi, þarna er hann hættulegastur og vinstri löpuna sína. Baldur er komin út í utanárhlaupið, hann nýtir hann ekki en hann hins vegar skýtur þetta er frábærlega varið. Jú, markmanni Þróttara. Þessi markmaður er náttúrulega bara minna hérna á Jóhannsson í FCK gegn United í áttalaúrslitum Evrópudeildarinnar. Guð minn almáttugur. Arnar Númi algjörlega með geggjað skot. Það þýðir náttúrulega ekkert annað en að hamra járnið meðan það er heitt. Já, og það er það sem Haukar er að gera núna. Og þeir eru hérna allir mjög utarlega í teiknum. Carlos Magnús Rabero er að fara að taka þessu ákvörðun og kemur aftur og nær. Þetta fer ekki eins og við fyrsta mann. Þetta þarf að vera betra, sérstaklega þessum tíma, sérstaklega þessum leik. Þeir eru algjörlega að berast fyrir lífið sinni í þessum riðli. Haukar þurfa eitthvað betra en þetta. Já, við ætlum að minna samt áhörundur á að staðan er 2-2 en ekki 1-1. Friðbjörn er tækni eftir og þetta skrifast algjörlega það, en hérna eru Þróttarar bara mjög einfaldlega komin í skyndisókn. Og þetta getur endað mjög illa fyrir Haukara ef ekki varast þessu, en Baldur er að gera það sem hann er búin að vera að gera á fullu í þessum leik. Og það er að hreinsa boltar sem koma í óþægilega hæð til hans. Bara að leysa þetta vel. Hann er að leysa þetta bara mjög vel. Jú, Daniel reynir að stíga þarna aðeins og snemma út þennan bolta. Já, Arnar Númi drullaður á stað. Nei, góð sending og Matti er alveg beint yfir. Já, flott. Nú verður að stíga með honum. Mattías, gerðu eitthvað. Þessi bolti er... Það er biðjum hornið. Þetta vist átt að vera hotn. Mér syns það bara sparka hann beint út af. Já, ég sá ekki betur en við náttúrulega erum ekki kjörstöðu til að sjá það sem þetta er eins langt frá okkur og hægt er. Það er komið smá þreytæmin og skiljanlega, þetta er búið að vera pingpongleikur frá fyrstu mínútu. Já, núna verða menn bara að kreista út síðustu dropana sko. Bara sína sigur vilja. Þetta er upp á lífs eða liðnar tíðir. Arnar Númi mættur í hlaupið. Þessi bolti skimar það hausinn, en það skiptir ekki máli, þvílíkur sprengikraftur í þessum dreng. Guð minn almáttugur. Hver sprautaði einhver upp í hann? Í alvegni, þetta er fáránlegt sko. Já. Máni hlær hérna að mér.
Geti ég búin að já, samkvæmt Mána Mar er ég búin að sekjúra framtíðarstarf á Lýsa fótboltaleikjum. Hérna er augljóslega hreint Arnar Núma Gíslason og þetta er afvega leið dómgæsla, guð minn almáttugur og alltaf ofan. Það skiptir ekki máli, hann er mættur upp. Hvað? Ég ætla að bíða aðeins með þetta. Já, Burkni! Nei, Burkni Björnsson! Það fær hann að séns! Það er að gerast í tegnum hana. Nei. Darraðadans sem endar eins og flest í þessum leik í höndunum á þessum markmanni Þróttara. En það sem ég ætla að segja er, eitt af okkar helstu gildum hérna á Hauka TV, það er virðing. Já, og ég ber mikla virðingu fyrir dómaranum. Því skal alveg haldið til haga. En það er gagnrýnanar vert, það sem vert er að gagnrýna. Ég ætla svo sem ekkert að mótmæla því. Nei, og ég myndi aldrei útöða þennan fína mann sem sinni sínu starfi mjög vel. En það sem við erum bara að heyra er bara fyrir það byrju mínútu var Arnar Núma Gíslasyni einfaldlega hreint niður í jörðina. Og ég skil það svona tiltölulega vel. Ef ég væri einhver pjakur í öðru liði en í andstæðingliði gegn Arnar Núma, þá væri ég örugglega hreint honum líka og það er pirrandi góður í fótbolta. En hérna var vitlaus innkast, við skulum bara segja það eins og það er. Brynjar finnur þetta Baldur sem væntanlega nákvæmlega flott, og Númi finnur þarna Daniel finnur hann í fína þrýting og þetta er maðurinn sem reyndi Arnar Núma aðan. Góð snúningur. Þetta er brot. Handalögmál eiga ekki ráða í fótbolta. Já, hár rétt. Fáum aukaspyrna að lokum. Já. Hann er guldspjald. Nei, hann er alltaf ekki spjaldan. Ég held að hann alltaf spjaldan. 4 mínútur. Ég ætla að gíska á að uppbótartíminn verði ekki lengur heldur en 2. Já. Gefum þessi 3 ár, það er svona klassík. Já. Þeir samt, bæði liðin eru ekki sérstaklega mikið að fara að virða stíð. Þeir eru bæði að sækja til sigurs, þannig að þessi leikar eru búin að lítið töf, jafnvel þótt að Níko hafi fengið fárveikt guldspjald í fyrri hálfleik. Ég held að Þróttararnir yrðu ánægðir með stíð. Karlos Magnús með geggjað bolta inn á fjárstöngin og þarna hreinsa Þróttararnir algjörlega bara fyrir lífi sínu. Baldur kontur fjær, flott. Flott. Þetta er flottu bolti þarna, beint á Brynjar. Brynjar kemur hann út, Mattías. Nú þurfum við góðan kross. Já, betri krossendur síðast. Þetta er það og Burkni er bara einfaldlega ekki mættur á næstöngina. Nei. Ólafur Giroud Íslands var bara ekki mættur á næstöngina. Og Viktor hérna er líka farin úr og ofan, eins og Máni, eru báðir úr og ofan, brjálaðir. Þetta verður nú bara, við verðum nú bara að segja þetta eins og þetta er. Þetta er svekkjandi fyrir Haukana. Já. Komast yfir eftir mjög góðan kafla en hérna er ég held að þetta væri nú að fara að vera eitthvað. Þetta er langt frá að vera búið, Krist minn. Það er ennþá nægur tími til að skora mark. Fyrir bæði lið þá eða? Fyrir Haukana. Það er bara annarkvort, það eru bara tvær leiðir, annarkvort upp eða bíp. Það er annarkvort já eða bíp. Já, þú ert komin í þann gír. Þannig ég vitni í Ólaf Stefánsson. Þarna er ykkur. Danni vinnur þetta. Já. Herðu, hann skopar hann til Brynjars. Brynjar reynir að finna hann yfir. Finnum Karlos. Baldur í hlaupinu. Fyndu Baldur. Nákvæmlega. Stór skref inn á þetta er geggjur Gabring. Og hvað ætlar að gera? Hvað er að gerast? Brynjar á þetta að vera mættur bara. Það sem ég hefði verið að sjá... Baldur gerir sér fínan mat úr þessu. Sjá, það sem Baldur hefði samt mátt gera betur hana. Hann sér bakvörðin renna sér á eftir honum. Já. Legðu fótinn út, fáðu víti. Já. Bara kannski óheiðalegt en gerði það fyrir þessi 3 stig. Já, en bara væntanlega. En þarna liggur Daniel eftir meiddur. Spurning hvort að þetta sé eitthvað sem við þurfum að hafa ágjur af. Nei, hann harkar þetta af sér. Þetta var bara högg. Þessi maður er alltaf búin að vera bara... það sem líður á leikinn, þá finnst mér hann að vera bara svolítið mikil stóð og stutta á miðjunni hjá Haukum í þessum leik. Já, hann er búin að vera flottur. Er það ekki? Jú. Og ég ætla að útefna hann sem svona dugnaðarfólk Hauka í þessum leik. Já, ég skal bara taka undir það. Gott að þessum sammála. Það er ekki oft sem það gerist. Nei, alls ekki. Og því bara að fagna þegar það gerist. Já.
Máni er ósamála. Með að Daniel Ingvars er maður leiksins. Nei, dugnaðarforkur leiksins. Já, dugnaðarforkur leiksins. Hann gerir 100% finnst mér alveg tilkall, sko. Hann er... skemmtilegur. Þetta þarf bara... Hann ætlaði bara að labba með boltaninn í markið. Þetta þarf bara að vera komið fyrr út í teig, fyrr inn á teig eða á annan samýra, eða skot. Þetta þarf bara að enda einhvern veginn í færi. Já. En hann tekur þetta 7,5 mann á og ætlar sem bara að geta hætta. En hérna eru Þróttarar bara mættir í færi. Menn eiga til að vera svolítið æstir. Hérna eru bara Þróttarar mættir í færi og þetta er 3 cm og 7 mm frá stönginni. Þetta hefði farið inn, hefði hann ekki verið í mismunandi skóm. Nei. Þetta, sko, hann væri ekki inn á en hann væri ekki mismunandi skóm. Og það er munurinn. En hérna er Daniel meiddur og þetta hættir ekki. Þetta er mjög dramatískt lokaflaut hérna hjá dómarunum á þessu mannast mjög dramatíska leik. Þróttur Reykjavík, Haukar 2-2 jafntefli. Þetta stigatablan beint fyrir náðunleikur segja annað. En hér liggur Daniel eftir meiddur, Arnarúmi líka. Þetta er Þetta er meira svona svekkjelsis jafntefli. Nei, að þeir séu liggjandi sko, þetta er bara svona Já. bara búnir andlega eftir að hafa gefið sér alla í þetta. Ég ætlaði bara að segja, svipmyndar sem við sjáum hér eru bara svolítið lýsandi fyrir leikinn. Bara svekkelsi og vonbrigði. Já. En já, við þegar ég var að tala um svipmyndir þannig að ég búið að taka út svipmyndar. En við ég, Máni Mar Steinbjörnsson og Friðberg Bakki Guðjónsson, við þakkum kærlega fyrir okkur. Áfram Haukar. 2-2 jafntefli hér á Ásvöllum. Það er bara logo til leiksins. Það er bara þannig. Það er eins og málum gerast á þérinni. Takk fyrir okkur og þangað til næst. Áfram Haukar.